Hilmar Snær missti annan fótinn þegar hann var 8 ára en hefur aldrei látið það trufla sig við íþróttaiðkun sína. Hann keppti til dæmis á 2 vetrarólympíumótum fatlaðra á skíðum en nú á golfið hugans allan. Ég hætti á skíðunum 2002 eftir Ólympíuleikana í Kína og í kjölfarið eignast ég barn og flutti til Danmerkur og fór í framhaldsnám. Svo núna er það bara komið að golfinu, komið á fullt í það og sinna því með fullum fókus. Ég var að keppa núna síðustu helgi, þetta var 3 daga mót á 51. laugardegi og það var kött þarna eftir 2 daga. Þetta var í Wales á Celtic Manor, þar sem var Ryder Cup bikarinn árið 2010. Þannig að maður var þarna á þvílíkt flottum velli að spila, það var mjög gaman. Og hvernig gekk? Gekk ágætlega seinni 2 dagana en maður svona bætti sig alla dagana. Ég lenti í 17. sæti yfir allt, í 4. sæti í mínum flokki. Spila á 79, 76, 74. Það er mikið svigrúm til að bæta sig og maður þarf að gera það núna. Það er alltaf öðruvísi búnað eða umgjörð eða svoleiðis í kringum svona mót heldur en bara venjulegt golfmót? Já, það var til dæmis búið til svona rampa niður glompurnar þar sem að fólk á hjólastól gat farið niður og þau eru á svona vélknúnum 3-hjólum sem þau eru í og standa upp í þeim og svona. Það er mjög gaman að sjá. En þessi mót, hvað gera þau fyrir þig að geta farið á þennan túr og svona? Bara gera mig kleift að spila á sterkum mótum og keppa við kylfingar sem eru að glíma með svipuð vandamál og ég. Hvað er forgjöfin núna? Hún er í 0,5 eins og er. Stefnan er að lækka svolítið í sumar en markmiðin eru ekkert endilega forgjöfin sko. Það er bara að standa sig vel í mótum og spila gott golf, myndi ég segja. Og hvað, ef við berum þið saman við bara helstu íslensku kylfingarna bara þegar kemur til dæmis að Íslandsmótinu í sumar? Þú átt að geta keppt efstu sætin? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Í fyrra þá datt ég út eftir 2 daga. Missti ég köttið með 1 höggi minni mig. En það er svona, kannski ef maður bætir sig á næstu árum þá getur maður kannski gert það. Finnst þér, þrátt fyrir fötlunina sem að þú náttúrulega þekkir ekkert annað, finnst þér það að hafa gefið þér tækifæri? Getum við orðað það þannig? Já, mætti alveg segja það sko. Ég hefði ekkert farið á 2 Ólympíuleika líklegast nema út af því að ég er með gervifót sko. Þannig að, já, að vissu leyti myndi ég segja það. En þetta háir þér náttúrulega ekki neitt í daglegu lífi? Nei, ég lifi mínu lífi bara eins og allir aðrir myndi ég segja sko. Ég sé mig nú ekkert eitthvað sem eitthvað fatlaðan, eitthvað sem það þýðir.